Já, velkomin í Kastljós, nei, fyrirgefðu, Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég. Og ég samt farin að æfa mig fyrir framtíðina þegar að ég verð látin taka yfir skrújú. Það verður hið stæðsta skrújú á Axel Pétur að láta hann fá eitthvað apparat eins og RÚV. Það var ljóta vesinni maður. Það var ljóta vesinni maður. En það allt í gangi núna. Það það logar allt í pælingum og allt í gangi. Menn eru nú ekki vanir því að ég byrji svona á mínútunni, þannig kannski aðeins að bíða eftir fólki að mæta á svæðið. En það gaman að vera til núna. Ég nýt lífsins, hvort þið trúið ekki. Það sé vera hamra á manni og maður sé nú í svona einhvers konar svipugöngum kannski stundum. Þá verður þetta bara skemmtilegi tímar. Þetta eru svona opnunar tímar, það einhvern veginn allt að opnast upp. Allar manneskjur í heimsbyggðinni eru svona að tala saman. Ég eru reynda svolítið mikið bara að skamma hvert annað núna. Nei, þú ert svík, nei, þú ert kjónu bara, veist. Og ég að kalla alla heimska. Þannig að ég ætla að ganga fram með góðu fordæmi og biðja fólk innilega afsökunar ef ég hef sært tilfinningar þeirra á einhverjum af mínum röndum eða mínu hjali. Það ekki tilgangurinn með því. Ég skal alveg vera heiðarlegur og bara segja ykkur að þetta skilaboðatækni sem ég nota. Og hún ekki hugsuð til þess að særa fólk. Hún hugsuð til þess að hvetja fólk til þess að skoða sjálft sig og meitlaðan hugarheimsinn sem ég hef verið að kalla Truman Show. Þannig að ég á það til og já, ég sem sagt biðst afsökunar fyrir mína hönd og hins ég held að ég hafi nú ekki farið svo langt að fara að taka einhverja persónu og bara blasta hana, veist, bara Gunni Jón Jónsson og ég bara, veist, bara blasta eina manneskju alveg eins og enginn sé morgundagurinn, eins og ég var að lýsa síðast að það gerðist á Alþingi þarna. Þið getur hort á vídeóið frá 4.4. þá bara situr Sigmundur þarna, alveg burtsaði hvort hann sé góði kallinn eða vondi kallinn eða eitthvað þar á milli, þá eineltið gegn honum alveg fáránlegt, sko, bara á persónulegum level svona. Og fólk einhvern veginn bara telur sig hafa rétt til þess að fara upp í púlt á þessu konungshóruhúsi. Sko, ég ber alveg virðingu fyrir hórum, skilur. Það fólk sem bara í ákveðnum ástandi. Og og það bara ástandið þarna. Það ekkert flóknara en það. Og það svo mikill munur á því að segja Alþingishúsið hóruhús og þar eru hórur á störfum sem að hórast fyrir danska skandinavísku konungana. Þá ég ekkert að taka einhverja eina persónu fyrir og bara veist, rakka hana niður. Og það það sem ég að gagnrýna.
bara horfið á þetta lið sem fer þarna bara og gubbar yfir Sigmund, sko. Og hann satt þarna bara með regnhlífina sína og bara og og bara reyndar er nú gamal old saying eins og þeir segja gamli kallarnir að ef einhver hendir í því skít þá ertu með alveg yfirgnæfandi nóg af áburði til þess að rækta alls konar fíneri. Þannig að það er mestar umræður hérna. Ég er að horfa á íslenska samsæriskenningar þráðinn eða hópinn. Ég ætla nú að fara yfir kenningar sem komu fram þar í kvöld. Svona aðeins að bíða eftir þeim sem að eiga í hlut ef að þeir ætla að koma inn hérna og svara fyrir sig, þeim hefur verið boðið það. Og ég er mjög kurteis gestgjafi en svo þurfa menn svo sem ekkert að svara eftir öðrum leiðum líka. Engin mórall með það, skilur. En hins vegar gerir maður svolítið að halda speglum upp á fólki, sko. Að fólk sem að hefur sagt, og fólk gerir þetta við mig, það heldur speglum upp á mér og ég er mjög þakklátur fyrir það. Það er alveg nauðsynlegt aðhald. Og sama er með þetta fólk, hvort sem það eru hórur í hóruhúsi Konungsniði og Austurvöll eða hvort þetta eru fjölmiðlunar sem að bara þeir sem eiga fjölmiðluna að tala að skipta fólki út fyrir róbóta. Að þessi hópur af fólki hefur hrópað núna strætó og torg. Já, hann vildi ekki koma í viðtal hjá RÚV. Já, hann vildi ekki koma í viðtal hérna. Hann bara vildi ekki koma í viðtal, sko. Þannig að ég fer að beita þessu alveg óspart að bjóða mönnum að koma inn og svara fyrir sig. Og ef ekki þá er efni í svaka spuna. Já, þessi maður bara, hann harðneitaði að koma í viðtal, sko. Já, hann hefur eitthvað svakalegt að fela. En ég ætla nú að reyna að setja nýja standarda. Ég ætla nú ekki að fara þess vegna þetta með Kastljós í upphafi, það er brandari, skilur, það er grein. Ég ætla ekki að fara að vinna í neinu hóruhúsi, sko. Og þarna, ég er að byrja með að ræðum það einmitt aðeins núna, áður en við förum í þráðinn. Að ég er aðeins að breyta formi og fíneri á Frelsi TV. Ég er að opna gáttir á Karolína Fund. Ég hef hugsað með einu sinni til þessar áður og svona, nei, þetta má ekki sleppa því. Svo sá ég náttúrulega hvað Reykjavík Media var að fá mikið af peningum og ég bara, wow, veist, bara 10-15 milljónir fyrir klukkutíma að kjafta þið, sko, sem að byggir bara á rugl og vitleysu, sko. Þannig ég fór bara að segja, já, það er nú fínt. Og ég held sjálfstæði mínu með því. Svo sendi ég bréf. Sem betur fer hittist þannig á með hönnunarverkefni að það er búið að vera í svona pásu þangað til á morgun. Ég hringdi í dag í verkkaupann og hann var á ráðstefnu þannig að það var ekkert hægt að gera fyrir á morgun, sko. En ég sem sagt sendi bréf í dag á það eru allir mættir hérna. Það eru með eitthvað sárir frá því síðast þegar ég var að skamma í Sturlungaraldar píslinum. Það var að því ég var bara að reyna að fókusera á ákveðna hluti, þeir voru trufla flæðið, sko. Kannski gleymd að segja upphafi ég sagði reyndar upphafi að það var meira svona easy, ég þurfti að einbeita mig meira með það, sko.
En hérna kæra NSA, farið hérna að brásinu hjá mér. Mr. CAJ, ICAJ, we see you. Na. Svo gaman að strákurinn minn á þessum aldri. Ég er svo heppinn með börn, svo yndislega. En ok, þetta afritið, ég var inn á einhver skilabóðakerfi hjá RÚV. Ég þurfti nú bara að kópera það og setja það hér. Þetta sendi ég til RÚV í dag. Og já, allir velkomin sem búin að melda sig inn. Þið vitið að þið getur kommenta hérna við hliðina og þetta live, þannig að það svona, ég mun ekki pirrast mikið yfir því. Hins vegar get ég kváfað við ef það mikið á Facebooki. Reyndar það í lagi, sko, en hún pingar svo hjá mér. En það oft sem að menn senda góð hint á Facebookina, þannig að það alveg opið líka. En góðan daginn, útvarpsstjóri RÚV, í framhaldi af verkefni sem Reykjavík Media fékk án útboðs, óskaði ég eftir hér með nákvæmum upplýsingum hvernig sá ferill var. Ég hef unnið við rannsóknarblaðamennsku. Eða þannig. Það er ekki rannsóknarblaðamennsku. Í 4 ár og hef mikið efni sem ég væri til í að selja RÚV án útboðs. Það gaman að þessu. Þegar ég að kalla fram neitun hérna. Nei, við kaupum ekkert efni af þér. Vinsamlega láttu mig vita hvernig við getum gengið frá því. Núna hef ég til dæmis unnið mikið efni sem sýnir tengsl Reykjavík Media við vafasama aðila. Og þá var ég að tala um Open Society og ég er með stack of information það. Og ég er að vinna í að setja það á Karolína Fund. Og þá mun ég aðeins setja meiri vinnu í að gera svona í klukkutíma þáttur eða. Með svona betri kamerunum mínum og þá opna ég klippi forritið meiri sjá. Tek kannski fram píanó og syng svona choir partin af bíómyndinni. Ég líka með choir raddir í píanóinu, sko, eða syntanum. Einnig óska ég eftir yfirliti yfir allar greiðslur sem RÚV hefur sent Reykjavík Media ehf. Einnig hef ég áhuga á upplýsingum verkefni sem RÚV lætur undir verktaka vinna. Með kveðju, Axel Pétur Axelsson, rannsóknardeild Frelsi TV, rannsóknarrétturinn. Já, það þurfa allir nýðingar að hafa góðan rannsóknarrétt, sko. Það eiginlega inntöku skilyrði í nýðingaklúbbinn. Sé að grafíska forritið mitt opið þá. Það gengur náttúrulega ekki. Mikið minni, ég ekki með nógu dýra tölvu eða sem nógu stóra. Ég geti kannski farið með það á Karolína Fund. Þannig að það getur maður bara verið með eitt verkefni í einu þar. Og þannig nú það, sem sagt. En það náttúrulega bara eðlilegt að og í sjálfum sér með að vera undirverktaki fyrir Skrúvjú, þetta nú kannski ekki að nota þetta í atvinnu viðtalinu. Já, hvaða framtíð sérðu fyrir þér hérna hjá RÚV? Já, ég held nú að Skrúvjú þurfi nú bara út með þig, sko. Þú farið aldrei vinnu hér. Ætli ég væri nú ekki svona smjaðurulegri RÚV ef ég væri í alvöru að leita vinnu hjá RÚV, sko. Ég hef ekki á því, en það var náttúrulega að taka eitthvað verkefni, sko. Ég er náttúrulega bara freelancer sem alveg til í alls konar verkefni. Og
og spurning að taka fyrst bara þessa spuna sem í gangi með þetta málana, The Panama Papers. Við tökum það kannski aðeins núna. Það náttúrulega gríðarlega mikil barátta í gangi undir yfirborðinu. Og einna reyndari stjórnmálamönnum landsins sem fór út úr sínum stjórnmálaferli með milljarða í rassvasanum. Hann sem pappan Sigmundar, hvað heitir hann, Guðlaugur, hann náttúrulega með, menn hafa verið að hýja á hann sko. En menn átta sig kannski ekki á því að hann með meira innsæi en margir í pólitíkina. Ekki það ég sé að styðja hann ég tel að hann að skila peninguna sem hann hagnaðist úr kögun sko. Ég tel það að allir sem að þéna á skipulagðri glæpastarfsemi eigi að skila þeim eignum eða því dóti aftur til réttmætra eiganda. Og Helgi Hrafn, hann lýsti honum sem svona strák sem vissi ekki einu sinni hvaða vindina voru að blása sko. Hvað? Eins og ég var að lýsa í Sturlungu í gær liðin á Austurvelli sko. Það rárar þarna völlin og veit ekki einu sinni hvaða vindar í gangi. En það eru sem sagt nokkur sko, þessi nöldrar á Austurvelli skipta engu máli. Það bara alvitar eða heimskingjar fyrir ég ætla ekki að nota vont orð um þetta. Að það eru verið að bítast eignir sem að fólk hefur verið pínt með ofbeldi til þess að greiða í. Nú hefur verið að slást þá bitlinga. Og þessi árás á landið í gegnum Panama-prumpið, það tengist öllum þessum málum. Og við vitum af reynslu að þegar að vinstri flokkarnir svokölluðu, það náttúrulega ekki hægri og vinstri, þetta bara getum kallað að þegar að vinstri mafíurnar taka við, þá bara lyfta þær pilsinu og láta útlendinga taka sig þar hvernig sem helst. Það er engin fyrirstaða hjá vinstra liðinu. Það kemur bara einhver bankamaður eða þessi Zorro mæti bara með setuna sína og það kemur nú NATO og Kó nýja dýft og og þá bara glennir all vinstri mafían sig bara alveg leið sko, eða beygir sig fram eða hvernig, ég veit ekki hvernig bankstjórar gera þetta. Og þannig engin mótstaða þegar vinstri lið í gangi, engin. Og það eru þrjóskufól á Íslandi sem að byggja á gamla bændaveldinu sem að voru þeir sem að stóðu upp í hárunu á Haraldi Hárfagra í Sturlunguöldinni, var ekki hann sem var þar. Já, ég tók eftir á Harmageddon, þeir byrjuðu að þrusa út einhverjum víkingasögum í það. Það greinilega responda við öllu sem ég geri og Guðjón og þessi hópur Þórdís og Sigurgeir. Það er ekki rétt hjá mig, Sigurgeir. Það eitt og eitt nafn svona sem alveg bara það bara registrerar ekki sko. En sem sagt, það eru þessir bændur sem eru til eilíðar andskotans vandræða fyrir þessa banks þegar að fá þetta sko. Og
þið sjáið hvað er búið að vera mikið þjóðfélagsverkfræði. Sko, ég hef áhuga á öllu sem er ofpreisað eða dímoniserað. Það er eina sem að vekur svona áhuga minn að sjálfstæðum, sko. Oft er verið að benda mér á alls konar hluti og það er verið að benda mér á þetta og benda mér á hitt og sumt nenni ég að pæla í og annað hvort veit ég eða er ekki á því sem á minni línu, skilur að það eru sko það eru þessi bændadurgar sem er alltaf til þessara árans vandræða, sko. Og það er búin að vera gríðarlega mikil fjárfesting og mikið af NGOs á Íslandi og ég meina við vitum það bara þegar Evrópubandalagið var hérna, þá voru bara allir lögfræðingar með einhverja 10, 15, 20 milljón króna samninga einhverja ritgerðir og eitthvað, það var bara vertíð á þeim, sko. Og ég hef sagt ykkur það til dæmis að í vísindakirkjunni, samfélaginu, þá er gaur í Englandi eða Wales, hann hafði áhugaði að rannsaka kanínur, frjósemi kanína á svæðinu hjá sér, sko. Og var eitthvað ætlaði að gera eitthvað ritgerð það eitthvað svoleiðis og hann sótti í mörg ár, þá sótti hann styrk, svona vísindastyrk. Af því þeir ritstjóra, vísindakirkjan, hún ritstýrir hverjir fá peninga til að gera eitthvað og hverjir fá peninga til að gera ekki neitt. Eins og til dæmis það verður gaman að fara með ykkur í gegnum afsakanir RÚV fyrir því að láta mig ekki fá nein verkefni eða taka neitt af því sem ég er að gera upp í Kastljósi til dæmis. Kaupa efni inn í Kastljós eða eitthvað svoleiðis. Það mun fara, ég mun gefa ykkur yfirlit yfir það í beinni, sko. Og þá sjáum við bara seríuna af afsökum af hverju ég er svona ómögulegur. Og það er nefnilega stýring, sko. En þessi gaur var búinn að sækja þennan vísindastyrk í áraraðir. Svo fór hann hugsa svona, já, það er allir sem eru með svona global warming eitthvað inn í. Þeir virðast allir fá styrk, sko. Þannig að hann setti í næstu umsókn, þá sagði hann, já, ég ætla að kanna þetta sem hann ætla að kanna í samhengi við global warming. Fékk styrkinn bara leið. Það bara mættu menn með hjólburur, sko. Fullar af peningum. Og það er að sama sem búið að vera í gangi á Íslandi, allt sem að gerist í kúltúr eða hverjir eru ráðnir í útvarpsstöðvar eða hverjir eru ráðnir í Kastljósið eða hverjir fá vinnu utanríkisráðuneytinu eða hjá Símanum sem er yfirtekin af þessari mafíu eða hverjir fá vinnu í IKEA eða Hagkaup eða 365 eða að það er ekkert, eða dómarar í Hæstarétti, það er ekkert svo mikið tilviljun, sko. Það er svona, þess vegna til dæmis fæ ég örugglega engin verkefni hjá RÚV og engan pening hjá Carolina Fund, sko. Þetta ég talaði nú við framkvæmdastjóra hjá honum í dag, hann er mega jákvæður, sko. Ég er svolítið spenntur fyrir því. Ég líst Yngvi Hrafn hann. Vandvegis maður greinilega. Hlakka til svolítið að vinna með honum. Hann var líka með fullt af góðum hintum og bara frábær gaur, sko. Og mjög gaman, sko, því að þau eru með svona kritik og já, þú gerðu þetta og þetta virka betur og já, bara mjög hjálpleg og yndislegur gaur. Ég hef nú ekki talað með fleiri þarna, sko. En það er sem sagt málið að það eru stýrðar svona umræður. Ég lenti í til dæmis þegar ég var í Flensborgarskólanum
þá var ég náttúrulega svona í hagsmunasamtökunum í pólitík og það var nú mjög oft sem ég sat svona einn úti í horni í kaffistofunni. Það svona og fólk var að já, ég var lagður í einelti þar út af pólitískum skoðunum mínum. Og svo kom það allt í einu kom það upp að hérna já, það kom þarna þegar að Framsóknarflokkurinn sagði og það var reyndar, veist, það var búið að hreinsast út úr flokknum, sko. Og Framsóknarflokkurinn lýsti því yfir að við ætlum að byrja upp á nýtt. Við ætlum bara að hreinsa allt gamla draslið út og byrja upp á nýtt. Og það fannst mér mjög áhugavert. Þannig ég byrjaði að mæta þar ég reyndar fór áður svona hring, ég hef aldrei haft mikinn áhuga á þessum pólitísku, veist, uppspennt og leiðilegt. Ég hef meira verið í kirkjunum, sko. Mér fundist það skemmtilegri samkomur, sko. Að ég fór reyndar fyrst þarna í eitthvað fund í Sjálfstæðisflokknum og eitthvað svona stjórnmálahreyfingum og pælingum og svo var náttúrulega hagsmunasamtökum heimilanna og fullt af fundum í kringum það, sko. Við vorum bara að funda í einu herbyggi þegar hreyfingin var í næsta herbyggi, sko. Og ég fór í Framsóknarflokkinn og gekk í hann bara sagði ókei, bara byrja að breyta og frábært, sko. Og það var mjög gaman að hluta til þegar ég kynntist fullt af fólki og allir rosalega elskulegir og ofboðslega almennilegt fólk. Ég var líka þarna á nokkrum fundum í Sjálfstæðisflokknum, Sjálfstæðishúsið var bara við hliðina á því þar sem ég bjó í Hafnarfirði. Og þá gat maður svona fengið sér pilsner og svona og labbað heim. Ég átti nú inni hjá Sjálfstæðisflokknum, ég vann fyrir þá þegar að Árni var í bæjarstjóraframboði og vann fyrir þá 3-4 bæklinga og þeir borguðu aldrei krónu, þótti ekki eitthvað eftir því. Þannig að þið sjálfstæðismenn eru nú ekki og Jesús hefur ekkert borgað öllum á mínum ferli heldur, þannig ég er ekkert að væli við því. Þú veist, you win some, you lose some og þannig er bara það. Svo heldur maður bara áfram. Að þar, sko, Sjálfstæðisflokknum, já, ég fór eitt kvöld og mótmælti fyrir framan húsnæði Þorgerðar Katrínar. Og ég lét reiðina leiða mig í þær gunur og ég vil biðja Þorgerði Katrínu og fjölskyldunnar afsökunar á því hér með. Það voru mistök hjá mér og hér með er búið að gera já, það var ekki rétt af mér og sem betur fyrir voru nú ekki margir og það var nú allt saman friðsamlegt og allt það, en ég fór bara að hugsa eftir á, sko, bara, veist, það eru börn á heimilinu og veist, það var bara það voru mistök, veist, bara sorry. Það já, ég get ekkert sagt annað en ég á engan tímavél, sko. Þannig að Þorgerður Katrín og fjölskylda, það var fjölskyldunni leið mjög illa yfir þessu og ég var reyndar mjög rólegur eins og ég er og það voru einhver sem ætlaði að byrja með æsingu og ég svona, nei, veist, þetta er bara staða, þá getur fara með neitt, veist, þannig að ég var nú kannski ekki alveg, ég er ekki að afsaka mig, skilur, ég er búinn að segja ég er búinn að bara gangast við, þetta voru mistök og fyrirgefið, skilur, það er frágengið, sko. Ég er nú bara að ræða kannski hvernig mér leið með þetta og af hverju og hvað var í gangi, sko. Og þannig að í mínum huga var þetta bara að koma þarna og standa og búa. Ég hef náttúrulega aldrei gert svona áður, þannig að þetta var svona í fyrsta skipti og svo var farið eitthvað annað kvöld og þá fór ég ekki. Það var vont bragð af þessu strax, sko. Og þannig að ég og það var verið að fara til Jóhannu og fara þangað og fara, þetta eina skipti nægði mér og ég fann á mér að þetta var ekki rétt, sko. Og gengi ég endanlega frá því opinberlega að biðja Þorgerði og hennar fjölskyldu afsökunar. Og sko bara
Pabbi hennar kom þarna mjög áhyggjufullur sko og menn voru að rífast við pabbi hennar og hann var mjög hræddur, kallinn. Eða svona, hann var mjög stressaður yfir þessu. Og ég öfundaði nú Þorgeiri svolítið að eiga svona góðan pabba sem kom á varðana. Það ég hef aldrei átt svoleiðis. Nema amma mín hefði nú mætt hvar sem er og hvenær sem er til þess að verja mig. En restina af fjölskyldunni hefði nú bara mætt til þess að mótmæla líka eða sparka í mig. Það er nú önnur saga. En ég fann bara þegar ég var þarna að þetta var ekki í lagi. Og pabbi hennar Þorgeir þegar hann kom og bara ég fann bara óbragðið af þessu. Og ég reyndar var ekkert að úthúða Gunnari, hérna heitir Gunnar. Ég var ekkert að úthúða honum eða rífast við hann eða öskra á hann eða neitt slíkt. Ég sagði bara, ég átti smá ræðis sirpu við hann. Ég sagði Gunnar, það verið að bera fjölskyldur út hérna. Lögreglan og sýslumenn að mæta og bera börn út allan bæ. Og dóttir þín, er í þessari stöðu og er þarna að gera þetta og gera hitt. Og það var náttúrulega mín réttlæting fyrir að vera þarna. Og þannig ég get alveg réttlætt mig sko, en sú réttlæting gengur ekki upp. Og þegar maður komin í stöðu þar sem að réttlætingin gengur ekki upp, þá eina sem maður getur gert að biðjast afsökunar og reyna að gera ekki sömu mistökin aftur sko. En það ef ég tek Biblíu, það var Pétur klúrari. Pétur í Biblíunni svona mesti geimsteinninn og mesti klúrarinn. Hann sagði þessu, já, ég mun aldrei yfirgefa þig að sleppa þér hendinni og ég sagði, Pétur minn, áður en að haninn galar þá muntu afneita með þrisvar. Og Pétur, nei, og svo gerði hann það. En einhverjum tíma áður þá kemur Pétur til hans og segir, en hvað segir þú í þessu? Hvað á maður að fyrirgefa bróður sínum oft? Svona cirka 7 sinnum? Og talan 7 í Biblíunni þýðir óendanlegt sko. Pétur var semst að spurja á nútímamáli, á ég að fyrirgefa bróður mínum endalaust? Og þá svaraði hugsunin Jesú, nei, ekki 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7, sem bara, ótakmörkuð fyrirgefning. Og þetta kennt mjög vel í öllum og ég fara að taka hina samsæriskenninguna hérna. Já, ég með samsæriskenningu harmageturnar mínar, Frosta, Logason og Mána. Ég veit ekki hvað svona Mána er. En sem sagt, ég var þarna á þessum mótmælum. Það voru ekki margir sem betur fyrir. Lögreglan var þarna og pabbi hennar mjög stressaður. Og það kemur meira þess inn á þetta Psychot dæmi sem ég hef verið með. Ef að þú gerir eitthvað aðgerð til þess að önnur manneskja missi sitt Psychot, ef þú reynilega tekur annarra mannesku Psychot, þá hefur þú tapað þínu eigin sko. Það svona grundvallar argumentið. Og sama náttúrulega að ég hef margoft lýst því yfir að veggir heimilisins eru heilar en allt sem heilagt er. Ef að það á að fara að brjóta niður þau vél, þá eigum við í raun að hætta að kalla okkur mannkyn og fara að kalla okkur rottur eða snáka
eðlur eða einhverjum öðrum nöfnum, þá erum við búin að missa alveg þessa fremri hugsun hérna. Það er svo mikið spennandi umræður hérna á íslenskar samsæriskenningar, ég næ ekki að lesa það. Já, allir var það að rífast, já, ok. Það var ekki meira spennandi það. Ég ætti kannski bara að lesa upp þráðinn, hvað segir það? Nei, menn verða að fá að rífast stundum. En ég fann á mér að þetta var ekki rétt og Gunnar hafði miklar áhyggjur. Ég ber mikla virðingu fyrir Gunnari fyrir það. Og vildi að ég hefði átt pappa eins og hann. Og það sko það eru þarna nágrannar það sem við vorum að mótmæla fyrir framan Þorgerði húsið heimilega, við vorum sko hinum með götuna, við fórum aldrei inn á lóðina þeirra eða neitt og fyrst stóðum við á gangstéttinni sko, svo kom þannig einhver nágrann út bara fór að spjalla og eitthvað svona og bla 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 og þá spurðu við, heyrðu, er í lagi að við stöndum hérna í innkeyslunni hjá þér? Það var svona þægilega fyrir okkur, já, ekki mál, við standa hér, þannig við vorum, það var bara svona virðing fyrir aðstæðan og það var eitthvað svona eitthvað vitleysa. Þannig að við stóðum alveg hinum með götuna sko og þótt að við stæðum hinum með götuna þá hafði þetta mikil áhrif á þessa fjölskyldu að afinn var kominn þarna bara mjög stressaður sko. Og það nú kannski það sem hafði líka mikil áhrif á mig, ég svona, það stundum að melta hlutina. En ég fann strax á mér að mæta ekki aftur, það var að vera, hei, kemur ekki aftur í kvöld? Og þannig, nei, ekki aftur. Og sko, þótt að maður hafi verið rosalega reiður, og það var rosalega mikið öðrum fjölskyldum að missa allt í klessu með þær. Þá réttlætir það ekkert sem ég var að gera, prívat og persónulega. Það var absolutt engin réttlæting fyrir því. Og ég get bara borið ábyrgð á sjálfum mér, ég get ekki borið ábyrgð á öðrum, sko. Og sko, þarna eru alls konar svona þræðir í gangi, sko. Þarna eru börn á heimilinu, þau eiga vini þarna í hverfinu og svo byrja litlu börnin að spurja nágrannabörn sér, hvað var í gangi á ykkur, akkur allir svona reiðir við ykkur og þetta eru svo flókin dæmi sko. Og að vera að ganga þarna inn í þetta samhengi á reiðinni einnig saman er skömm mín. Sú skömm situr á mér og og endilega ef að það hjálpar eitthvað til þess að bæta fyrir tjón mitt að spila þetta vídeó fyrir börnin eða nágrannana hvað það er, þá var allt í lagi með það sko. Þetta voru mistök. Bara standa þarna, gerður hún ekki neitt sko. Bara stóð með leyfi inn í garði nágranna, þannig að þetta var allt svona lagalega skoteld sko. Skilurðu? Að sama skapi þegar ég var að horfa þarna á Alþingi þá fór ég að velta fyrir mér ástandi þessa fólks sem að mætti þannig púltið og bara, já, ég ætla sko ekki að kalla þig hæstvirtan eða háttvirtan eða neitt sko, ég ætla ekki að bara nei sko. Og bara biðröðin sko.
og hann brauð, sko, hann Sigmundur Davíð hefur ekki brotið einustu lög. Hvort að þetta hafi verið siðferðilega rangt eða ekki siðferðilega rangt skoðun. Það bara jafnmargar skoðanir það eins og fólkið margt. Og og það það sem að ég hef, sko, það var í Bandaríkjunum. Ég lærði ég hef lært allt í heiminum held ég, nema það sem ég kann ekki. Það hef ég aldrei lært. Að ég ætti að taka sterkari pilsnerinn. Þessi bara 2,8. Og já, ég var að læra samningatækni. Og ég þannig gaur að ég tek mér alltaf verkefni fyrst og svo læri ég hvernig ég klára verkefnið. Þannig verið frá ég var 14 ára gamall. Þegar ég tók á mig fyrsta sjálfstæða verkefni sem verktaki. RÚV ætti nú vera óhrætt að láta mig fá 100 milljóna í verkefnið, ekki? Og það var semst, ég var að lesa samningatækni og þar var tekið í þeirri bók fyrir verkföllin munið í Bandaríkjunum. Það var óbúslega fræg verkföll sem að menn bara rústuðu hótelherbyggjum og það var lengi sem vildi fá þessa samningafundi í hús lengur þeir áttu til að bara rústa fundasalnum og öllu, það var bara allt í klessu eftir það. Það var svo mikið reiði í gangi, sko. Svona verri heldur en var á Alþingi 4.4., sko. Þeir allavega hentu ekki stólum og pissuðu út allt og eins og við höfum séð frá öðrum ríkjum þar sem menn fara að slást jafnvel, sko. Þannig að gefum það hélst svo sem undan þeirra marka. En það var þarna snillingur í samningatækni sem fór að velta fyrir sig hvernig getum við haldið þessa fundi bara þannig við fáum einhvers staðar húsnæði, sko. Að þá kom hann upp með þetta snilldarráð að hann sagði það megi allir reiðast og ausa úr skálum reiði sinnar, ekkert vandamál. Allir hafa rétt til þess að gera það. En sá sem kemur næstur, númer 2, ef hann reiður líka og ausir vitleysu líka út, þá þarf hann að fara út úr herberginu. Það var einhver tímamörk, sko. Hann sagði, ef einhver búinn að hella úr skálum reiði sinna og þetta líði einhverja 5 mínútur, sem voru bara fannar að bíða á klukkunni, sko. Og það var eitthvað svona tímakontról á þessu og þeir sem sá sem kom númer 2, sko, að hann þurfti að fara bara út í hálftíma eitthvað svoleiðis, sko. Og þá fóru fundirnir að virka. Þeir gátu semst leigt fundaherbergi aftur. Og það sami leikur í gangi, sko, allir það, ég að kalla alla heimskingja og sjálfa mig líka, sko. Og ég ekki að taka einhvern einstakling og hamra á honum heimskingi, þú ert heimskingi, þú ert heimskan og það hef ég aldrei gert, sko. Og það gríðarlega mikill munur þar á. Og sko þetta sama í einelti. Ég veit að ég hef sagt ykkur áður, ég var sterkastur yfirleitt í mínum bekk, alltaf í mínum bekk í mínum uppvexti og ég skipti 5 sinnum skóla þegar ég var 16 og eitthvað á meira semst og í þeim tilfellum var ég líka sterkastur í skólanum, sko. Og
Og í þessari stöðu þá það svona ákveðin pólitísk staða hjá börnum að vera sterkastur. Það mjög þægileg staða. Það enginn að rífa kjaft við hann sterkastur, sko. Og alveg frá því í 7 ára bekk þá hefur fólk þá voru börnin börnin, ég var alltaf barn líka, skilur. En þá var alltaf verið að koma til mín og að reyna að hafa áhrif á skoðanir mínar og það var náttúrulega vinsælast að vera í klíkunni minni af því að hún rúllaði, sko. Og það var oft fólk sem kom til mig og sagði, já, þessi þarna maður, það bara pissulegt af honum með henni, sko, það bara pissulegt af henni, sko. Og sérstaklega ein stelpa sem var mikið lagt í einelti eða svona, og þá var komið til mín og sagt, já, það pissulegt af henni, við getum ekki leyft henni að hanga með okkur, sko. Og ég man eftir því, þegar ég var 7-8 ára, ég fór, sagði, nú það, og ég fór til hennar og bara, nei, þetta alveg frábær lykt af, þetta engin pissulegt. Málið dautt, sko. Það var aldrei minnst á þetta aftur. Og ég gerði með farum að þessi stelpa myndi vera með okkur í klíkunni, eða var eitthvað svona, hei, förum þarna, og ég sá hann var ein, þá svona, heyrðu, komdu með. Og af því að ég var sterkastur, þá voru eiginlega aldrei nein mótmæli. Ég rúllaði alveg hver. Og það voru alltaf, ég passaði rosalega vel upp á þetta. Ekki að ég sé að halda því fram að skólaganga mín hafi verið fullkomin og ég gerði mistök eins og ég gerði fyrir framan hús Þorgerðar Katrínar. Vissulega. En og já, þannig bara það. Það sama ég kannski að gagnrýna núna þegar menn byrja að blasta eitthvað. Þá það svo sem númer 2 í blaströðinni sem ég gagnrýni, sko. Allt til að ég tapi aðeins stjórn á skapi sínu og blasti, sko. En ef þú ert númer 2 þá berð þú ábyrgð á eineltinu, sko. Af því ef eitthvað kemur til þín og segir, já, þessi Steingrímur bara að fá, hvað heitir hann aftur? Sigmundur Davíð, sko. Sigmundur Davíð bara viðbjóðsleg manneskja, sko. Ef eitthvað kemur og segir þetta við þig og þú segir, já, það nú alveg satt, þá þú hálfviti, það heimskiki, ekki það sama. Ég númer 1, sko. Það það sem númer 2 sem að það ber sökin eða ekki. Það svo flóki hjá mér ég komin í hring. Ég fann að rökraða mig í hring. Þannig ég vil ekki mjög gott eða. En þannig að ég hef aðeins verið að pikka í fólk í dag og mótmæla því þegar það hefur verið að hella sér yfir einhverja. Og í morgun pikkaði ég einn sem var að hella sér yfir fólk. Og hann svona svaraði því. Og seinna þann sama dag þá gerði ég sama fyrir þennan sem ég var að kritisera. Það gildir alla, sko. Og þannig nú það. En byrjum við. Ég að leita að samsæriskenningun okkar. Já, byrjum við. Hvar? Já, nú ætla ég sem sagt að fara að ræða þarna Harmageddon. Og ég ekki með Mána á Facebookinu minni, ekki svo ég viti, þannig að margir sem follow, eða ég ekki með alveg fullt kontroll á því. En ég með Frosta á Facebookinu minni. Og ég sendi honum skilaboð áðan fyrir að ég byrjaði með þáttinn
og þess vegna byrjaði ég ekki að tala um þetta, ég er búinn að tala um þetta alls konar annað svolítið. En ég bauð Frosta að koma hérna og hann kannski kemur á eftir, ég veit það ekki. Og ég bað Frosta skilaboð til Mána að hann gæti komið líka að því að ég ætlaði að fara að fjalla þá. Og og þátturinn svo sem ennþá og þeir geta hoppað hérna inn ef þeir vilja. En við erum búin að vera hérna svolítið í grúppunum okkar, þá hefur verið hérna gaur sem að kalla sig Stefán Erlings og hann búinn að fylgja mér núna í svolítinn tíma og ég nú gaman að steppa og hann búinn að vera í öllum beinum útsendingum hérna að tjá sig mikið og greinilega mikill aðdáandi minn eða þannig. Og ég sagði, held ég í síðasta live eða þar síðasta, hvort það væri djúpkofun, þá því ég svolítið næmur á orðfæri og skilurðu, eða svona, ég var búinn að hugsa þetta töluvert áður en ég sagði þetta opinberlega. Ég fór að velta fyrir mig hvort að hérna sem sagt Stefán Erlings já, það var einhver leynd og service sem að ítt á einhver takka hérna og þeir byrja að tala um þetta. Kom inn að smá truflun allt í einu. Eins og ég sagði upp að það má búast við mikið af truflunum hérna. Það í góða lagi. En ég fór sem sagt að velta því upp. Já, einmitt. Það í bakhúsi á Hverfisgötunni sem að truflan að takkinn. Núna verður honum beitt alveg miskunnarlaust. Það hérna já, það var sem sagt kom þessi kenning frá mér að Stefán Erlings væri Frosti sko. Og það var eina sem ég var að pæla. Ég svona orðfæri og ég fór bara að sjá ég bara það sami hljómurinn hjá þessum tveimur sko. Þannig að ég fór svona bara að velta, ég velti öllu fyrir mér, alveg sem að hvað Og svo hérna spannst einhver umræða þetta í hóp held í íslenski víkingarhópnum eitthvað. Og þá kemur Eyrar Brím drottningin okkar, hún Þórdís Hauksdóttir, bara plammerar þessar spurningu fram. Og bara veit einhver hvort Frost og Máni í Harmagedón eru frímúrarar. Af því að þeir eru náttúrulega búin að predika núna ekkert smá, hvað alltaf að vera upp á borðum og hvað allir eiga að vera transparent, þannig að eiginlega sést enginn lengur. Og hérna við byrjum að þessi hópur í kringum mig byrjar eitthvað að spurja um þetta. Og hérna nú síðan svarar Stefán hér, ef þeir væri frímúrarar, þá væri þeir ekki stanslaust rullandi við Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkinn. Þetta kenning sem stenst ekki. Þetta hérna disinfo agentar, þeir fara alveg upp í 80-90% af sannleikanum áður en þeir senda þér disinfoið. Svo heldur hérna síðan svarar Frosti, ég kýs að tjá mig ekki það. Okay.
Og ef þetta allt ríkóið, þá allir frímúrar eru undercover þannig séð. Það enginn að veifa því að hann sé frímúrari. Og Þórdís tekur þessu sem staðfestingu, en ég veit ekki, ég líti á þetta ennþá sem kenningu, en hins vegar það athyglisvert að hann kýs að tjá sig ekki það. Af því að ef þið hlustið á klippurnar hjá Harmageddon bara í morgun til dæmis, þá sjáum við hvað við verið að gera mikla kröfum, allir tjáið sig allt allstaðar eins og ekkert sé. Ég veit ekki, ef ég hefði sett upp svona viðtal eins og Reykjavík Media setti upp, ég veit ekki hvort að Frosti og Máni hefði staðið upp úr viðtalinu núna og labbað út eða hvað. Og veist. En það ennþá opið, Frost og Máni mega koma hér inn og tjá sig, og þeir geta tjá sig á linkinu við hliðina, og þeir geta tjá sig beint inn á Facebookinu hjá mér. Og veitum við, er ég að segja sko, Frost velkomin í live til að gera grein fyrir þessu. ef hann kemur ekki, þá svaka spinn, þá get ég verið að spinna eitthvað rosa mikið, skilur, eins og þeir eru að gera alltaf. Og Reykjavík Media og öll þessi kóngsins hirðfífl kóngs að gera. Og segi ég hvenær ég byrja. Þeir hafa svo sem ekki meldað sig inn. Ég byrjaði nú að rafla alls konar annað þannig að þeir hefðu færað því að koma inn, sko. Þeir hafa valið að gera það ekki, sko. Og ok, bara allir. Svo alltaf spurning hvort að ég sé frímúrari, ekki, Þórdís? Þá þarf að spyrja því. Ég kannski bara komin í 50. gráðu eða eitthvað. Það alltaf, ég semst ekki frímúrari, og ég veit ekki neinn ættingja minn sem frímúrari, og ég svo sem hef engin samskipti við þá. Ég hef átt kunningja sem eru frímúrarar. Aldrei hafa verið sagt það við mig beint út, en ég veit það. Og sumir af þeim bara alveg ágætis kunningjar. Og þannig að þeir sem að velta við öllum steinum og heimta aðrir mæti viðtöl og geri þetta í viðtölum eða hitt í viðtölum og að predika að það megi ekki vera nein leynd. Líka náttúrulega að spurja sig að því. Þetta náttúrulega stór frétt, sjáðu. Þessi En sama með Þorgeir, já, þið sjáu ekkert hvað ég fyrir ekki, þeir bara góna á mig. Hverju segir enginn eitt í það? Linkurinn sem ég að tala sjáðu. Já, ég var búin að sýna ykkur á hann, ekki. Þórdís spyr, veit ykkur hvort Frost og Máni í Harmageddon frúmarar. Og Stefán sem sagt og Frosti, allt í góðið. Og stóra skúpið á Frelsi TV að Frosti segir ég kýs að tjá mig ekki það. Og ég ætla að ítreka það að eins og ég var að segja með Þorgerði Katrínu að ég vil Frosta ekkert illt eða Mána, ég ekki taka því þannig, sko. Og en ég bara svona skoða þetta og velta þessu fyrir mér og eflust geta þeir einhvern veginn. Þeir hafa ekki svarað fyrir sig eða komið í beina útsendingu, en þá kannski koma þær á eftir og sanna að ég sé frímúrari, ég veit það ekki.
Það er bara komið ljós. Þá stendi ég upp úr viðtalinu og stramma hérna út og skelli hurðina eftir mér. Það veist ég það er allir í einhverjum svona fáránlegum fótboltafélögum og er í einhverjum, það er allir í einhverju kjaftaði, sko. Og já, það er engin fókus á þessu. Það er já, ég get hækkað 1 stig. En þið getið farið inn á, þið getið farið bara inn á íslenskar samsæriskenningar. Já, hann er lokaður, já, fyrirgefðu. Mér verður kannski hent úr hópnum af því hann er lokaður, veit það ekki. Af hverju er þetta lokaður hópur? Breytið því allsnarlega. Frosti sé komin í 20, já, þetta er náttúrulega bara einhver kenning, sko. Svo er ég að bjóða hann velkomna. Svo er spurning, Axel, já, það er líka að spurja mig, sko. Og Þórdís, þú? Það þurfa allir að gera bara grein fyrir sér, eða ekki? Það er ekkert eins og það sýnist. En hins vegar, sko, við allavega í þessum grúpum sem erum að skoða hlutina og eru hlustendur, heyrið í mig, þeim megið melda inn reglulega, tékka eitthvað svoleiðis að þið heyrið í mér, því að ég veit ekkert hvort ég er að tala hérna bara við sjálfan mig eða eitthvað. Svona á 10-15 mínútna fresti með ég setja tékka eða eitthvað. Og þetta er náttúrulega tímamóta útsending hjá Frelsi TV, sko. Og já, ok, menn að melda inn. Ok, Stefán Erlings, sem að samsæriskenningin er að hann sé alter ego Frosta. Þá er það komið hérna, þetta gengur í ættir, sko, þessar reglur eru ættgengar. Svo sáu þið truflunina, það bara datt alveg út, en það getur líka verið interneti hjá mér, ég er náttúrulega að fíbla, ég er með svartan húmor, sterka pilsnerinn, já, ég tók daufa reyndar. Já, það er selt hérna í matvörubúðina upp í 3,5, en ég þarf að fara í Systembolaget til þess að sækja rauðvín, sem er óþolandi. Ok, það er hægt að athuga í bræðrabönd hvort, já, já, ok. Og ok, það er sem sagt, fréttin er að Frosti neitar að tjá sig málið. Það er fréttin. Það er stóra fréttin. Og og ég ítreka við fólk með reiði og drulluskap. Hér eftir, ef að ég sé svoleiðis, þá mun ég láta heyra í mér. Og ef að ég er að drulla eitthvað í persónu, í einmenning, þá megið alveg slá puttan á mér líka. Ég tala hópa og grúppur. Eins og þið vitið, þá þoli ég ekki hópisma. Og þess vegna er ég að tjá mig hópisma. Þetta er eins og segja að ég þoli ekki skóginn, sko, en þá er ég ekki þar með sagt að ég segja að ég hati þetta tré hér, eða hitt tréð eða eitthvað. En já, er blessaður pappans Sigmundar Davíðs, Gunnlaugur Sigmundsson. Hann var að einhverja merki með innlegg, hvað er það? Hello. Já,
ókei, já. Ég bara áttaði mig ekki á því að hún væri lokuð. Ef ég er eitthvað að gera of mikið grallaralegt núna þá en ég sé að stofnandi grúppunnar er sammála mér að þessi grúpa ætti að vera opin, sko. Þannig að allavega er það þannig. Þannig að já, það eru stóru fréttirnar. Og já, ég ætlaði að fara að sýna ykkur hérna með hann. Það myndist á að þetta hérna. Hérna er verið að kynda upp gríðarlegt hatur gegn þessari fjölskyldu hér. Og alltaf þegar ég eitthvað minnst á það, þá er alltaf já, það er kosning í gangi. Guðjón setti þarna, eða hvað var það, 20 sem að læka þetta komment hjá honum á grúppunni, þá opnar hann hana. Ég held að sé full ástæða þess að opna hana bara. Þetta er ljómandi fín grúppa, sko. Eins og munið þegar ég var að tala þetta hérna, Hórur konungs og allt þetta og Kanamellunar og Brusselhórurnar og allt þetta, þá er ég að tala hópinn, sko. Ég er að tala starfsemina. Ég er ekki að taka einn einstakling hérna bara og hella mér yfir þann einstakling og fjölskyldan, sko. Nema þarna með Þorgerði Katrín, og ég er búin að biðjast afsökunar. Ég gera bara aftur, ég bið þig afsökunar, Þorgerði Katrín og maðurinn sem hvað er hann, Ari, Kristján, nei eitthvað. Ég bið þig afsökunar líka og Gunnar pabbi ykkar og alla fjölskyldan, ekki bara alla náttúrulega. Þetta er nöfni sem ég man. Að sko allir peningar, gull og silfur heimsins er ekki þessa virðis. Það er ekki þess virði að standa í þessum déskota fyrir að búa betri megin við götuna. Ég veit að ég meina, ég hef átt fullt af peningum og verið með BMW, Benz og Ford 350 í innkeyrslunni, sko. Ég hef alveg kynnst success, sko. Og og ég veit líka, sko, fólk sem að er, sko, það sem ég er að reyna að segja er að ef að þú skaðar eitthvað, þá ertu búin að skemma mest fyrir sjálfum þér, sko. Og sko ég tel að þessi ágæti maður hér hafi nýtt sér aðstöðu sem var nú kannski ekki alveg það besta, sko. Var ekki kannski alveg, en sko þegar átt ykkur á því að ástandið í þessum dæmum er voðalega mikið bara, það er bara allir að gófla í sig verðmætum og bara eins og, og ég veit hann að fela þetta komment þarna. Það er alveg rétt, sko, að þetta var mjög fishy, hvernig fullt af fólki hefur eignast fullt af peningum, sko. Og bara þegar ef við lesum eftir snilling Marino, þá eru þetta, eins og ég hef alltaf sagt, þetta eru eldgamla fréttir með skattaskjólin, sko. Þetta er búið í gangi frá 1998, sko. Nei, fyrr. Veitu hvað segir, sem hófst árið 1998. Og þó að ég sé við Marino voru saman í hagsmunasamtökum heimilanna. Þetta er ofboðslega klár strákur og reyndar erum við ekki sammála með pólitík, eða
við erum ekki sammála með ákveðna hluti, en maður getur treyst Marino rosalega vel með tölur og ártöl og allt sem hann alveg bara, og þess vegna þessar greinar frá honum eru algjöra neglur, sko. Og sko, þetta búið að vera í gangi mjög lengi og hugsanlega lengur, sko. Þetta kom svona í einhverja vitund á þessum tíma. En sko, það er allar glæpaklíkur og mafíur hafa alltaf fundið einhverja leiðir til þess að koma undan þýfinu. Ég meina, þið vitið það að bankarán er í 3 stigum, sko. Fyrst ferði í bankan og fyrst undirbúur glæpinn og planar hann. Næsta stig að framkvæma hann og fara í bankan og taka peningana. Og 3. stigið að komast undan. Og það er oft erfiðasta stigið að komast undan. Og þegar ég er búin að segja það að þegar ég er búin að lýsa því yfir að Ísland er rekið af skipulögðum glæpasamtökum sem að nefna sig sjálf valdstjórnin, ég meina þessar glæpaklíkur geta bara tekið verðmæti og setta í varðskip og sult með það til Noregs eins og þeir eru að gera. Þeir eru ekkert vandræði með að koma undan auði. Þeir geta líka bara, eins og við vitum með kvótan, að það er bara pínulítill kvóti og síðan er bara dælt í flutningaskip út á hafi og landhelgisgæslan passar það. Svo bara fara með þann afla eitthvað til útlanda og peningurinn kemur aldrei nálægt Íslandi einu sinni. Þetta vitum við. Þetta er í gangi. Og að hlaupa horn á milli á Austurvelli, það breyti ykkur er bara barnaskapur, sko. En hérna er þessi The Elders of the Learned, Elders of Zion. Og takk ég eftir, leið og þið fara að tala þetta plagg hérna eða fara að horfa á það, þá kom allir að segja, þetta er falsað. Þetta er ekki Elders of Zion, þetta er eitthvað annað. Skiptir bara eitthvað máli. Lestu það. Það er bara fullt af góðu stöffi hérna. Og berðu þetta saman við veruleikann sem þú ert í, World Wide Wars. Það er númer 7. Númer 1, The Basic Doctrine. Það er bara, skiptir ekki máli hvað skrifa þetta. Skiptir ekki máli, textin stendur bara á sínum eigin veruleikum, sko. Ég ætla að lesa þetta á ensku bara. It must be noted that men with bad instincts are more in numbers than the good. Þetta er bara, bara takið eftir, takið eftir að það eru fleira fólk með slæmar ætlanir heldur en góðar. Bara, þess að segja, það eru fleiri sóladagar í júli heldur en í desember. Sólin kemur fyrir upp á 1. júli og 1. desember. Þetta er bara svona. Og það verður eitthvað sem, nei, það er eitthvað falsað í því, sko, þú getur ekki treyst ykkur og svona, það er bara, ok. And therefore, the best resulting in governing them are attained by violence and terrorization, and not by academic discussion. Every man aims at power, everyone would like to become a dictator if he only could. And rare indeed are the men who would not be willing to sacrifice the welfare of all for the sake of securing their own welfare. Sko, að vera að hýja á þessa fjölskyldu og ég get að sagt ykkur það. Ég hef þurft að bíta stundum í tunguna mína yfir sömu fólki að blasta það ekki. Ég þarf að gera það reglulega, ég bara nei, þetta er eftir allt manneskja. En þessi kúltúr er sko búinn til og meira segja eru þeir sömu og þarna sjáum við einmitt dæmið í hóruhúsinu við Austurvöll með konungskórunna yfir höfði að það er fólk sem er að koma fram
í kastljósinu eða á skrúfjúl eða 365 eitthvað. Já, það var nú eitthvað að fara að vinna í einelti, sko. Það er svo mikið einelti, þess vegna þurfum við lögregluna til þess að taka á einelti með ofbeldi og veistu hvað, bara jari, sko. Og það er að koma hryðjuverkamenn, þess vegna þurfum við vélbyssur, það er allt bara eftir þessum bókum sem ég hef verið að benda á, þessum learned protocols og strategían, New World Order. Þetta er, þú bara horfir á þetta og horfir á heiminn og það bara stemmir, skilur. Þetta var eins og ég tek litakort og vel með rauðan lit og segja, nei, það stemmir með annan rauðan lit. Það bara stemmir, sko. Já, það fara að trufla hljóði hjá mér. Það er bara með það. Það er að slaka á einhverju sem hérna. Það er að slaka á einhverju hérna. Heyrist betur núna þá eða? Ég heyri ekki truflunni sjálfur, sko. Halló? Þetta er hérna Flexness. Halló? Talstöðar dæminu. En hérna, þetta er skúp aldarinnar. En hérna, við vorum nú einhvern veginn búin að vera með vangaveltur það hvort að Útvarp Saga væri meitlunarstöð. Munið eftir því. Og ég var náttúrulega í langan tíma alltaf hjá þeim í morgunútvarpinu minni. Og það virðist vera að þeir hættu allt að hringja eða hafa samband við mig eftir Bilderberg morguninn mikla. Þegar ég kom fyrst morguninn, síðan kom hún Bilderberg Björns systir, Björn Bjarnason eitthvað, sem er vottaður Bilderberg fari. Þeir lægi með hljóði núna, kæru hlustendur. Og hérna, eða eitthvað hlustendur. Það er bara búið að kvarta mig út. Já, ég ætla að lækka aftur hérna vindkæðin. Það er smá útsendu eitthvað tjóðnu. Það er ekki eins og ég sé með 10 tæknimenn. En er hljóðið í lagi, skilur við? Er það, eða er verið að taka þetta í gegnum einhverjar jarðstöðar á suðurpólnum? Að hérna, þetta er nú líka bara röddin í, já, það er komin eitthvað truflun, kannski. Hello. Ég er bara búinn með forrið sem ég get slögt á. Það virðist ekki aðrir vera kvart undan hljóðinu ég geri. Það er hérna skil ykkur til að slökka það á glugg, það er kannski áhrif. Til að slökka hérna á nokkrum gluggum sem ég þarf ekki að nota í augnablikinu. Ég hérna þarf að kaupa öflugri tölvu, þessi er hann svo lítill fyrir mig. Hérna ég geri, já, Sigurgeir, sem ég gleymi alltaf nafninu á, áttum á því. En hérna en þið hinn, heyrið þið vel í mér eða? Það er þessi Árans Beringer mixer, hann er alveg að gera mig brjálaðan. Ég ætla að safna mér fyrir Yamaha mixer.
Já, ég heyri líka ef það eru truflanir, ég held að það séu farnar. En við vorum sem sagt þarna við vorum í viðtölum þannig alltaf á Útvarpi Sögu og það þegar kom að stjórnarskrámálunum þá var ekki alveg vinsælt það sem vorum að segja sko. Og við vitum það að eina lykil aðferðin til þess að halda þjóðfélagi í heljar þröm er að kontrollera alla fjölmiðlana. Og þess vegna verður til að bara loka fyrir frelsi tíu eða eitthvað, það má alveg búast við því að verða eitthvað svoleiðis í gangi sko. En það virðist vera að og svo ef ég má nú aðeins monta mig þá er ég orðinn alveg heimsfrægur í sjávarþorpinu heima að ég er búinn að vera núna í fyrsta sæti á dagslistanum og vikulistanum. Þannig að the cat is out of the bag aðeins sko. Ekki sín ykkur lengur en að já, hljóðið er fuckað, já, ok. Ég ætla að fara að SMS aðeins bara.
Bara að restarta. Kom núna hljóð? Þeir eru núna? Ok. Þetta fer í gegnum svo marga rátara. Það fer fyrst í gegnum sænsku leyniþjónustuna og svo norsku og svo inn í Utah og svo til Íslands í gegnum Hverfisgötuna og svo fáið þið hljóðið loksins. En ég er búinn að þjálfa ykkur í að hoppa í gegnum allar gerðirnar, eða ekki? Og en er farið að fjalla með einhverjum fréttamilum, er ekki? Þetta er skúbb frá svo hafa þessir nýðingar alltaf stólið öllu, þeir ekkert að minnast á mig, eins og þegar ég var með Hraunbæjarmáli þá kóparaði Kvennablaðið bara allt mitt efni og þau minntust aldrei á hvað þeir fengu heimildir. Ég held að ég reyni alltaf að gera það sko sjálfur. Það er svona. Já, gegnum jú. Það hljóta að vera engin smá fílterarstefni. Er þetta eitthvað sigti eða hvernig? Senda okkur mynd af þessum fílter. Já, gaman að þessu. Það er svo gaman að vera til, krakkar. Það er ekki allir krakkar, bara mest allt sitt líf. Allavega ég. Það er svo gaman fyrir börnin þegar ég er með þeim, því að ég er bara eitt af þeim. Eitt af börnunum. Þeim er reyndar með grensur, sko, og ég náttúrulega er ábyrgur fyrir öllu skúpinu, sko. Öllu byxinu. En já. Pælið í að vera sjónvarpsstöð þar sem að er bara tæknimaður sem sér allt fyrir þig. Bara þú bara sest í stól og bara rífur kjaft, sko. Ekkert vesen. Og þannig að það. En það bendir allt til þess að blessaðar harmagettunar okkar séu, eða allavega Frosti, hann virðist ekki vilja tjá sig þetta. Og það svo sem er engin dómur í, það er ekki að dæma menn á því kannski, en það er eðlilegt að spyrja menn af hverju, ég meina, hverju segir ekki nei allavega. Það er ákveðið heiðarleiki að vilja ekki ljúga þó. Já. En nú ef að þessir félagar eru frímúrarar, þá er nú bara gott að ræða það og fara bara yfir það hvað er í gangi þarna í þessu mustri. Frímúrarahúsið, heitir það ekki. Þegar var ég nú frímúrari. Það er Akureyri. Þetta er bara út allt, þetta frímúrarahús. Að það er nefnilega svo mikið þannig að þeir sem vilja mest transparency eru í dýpsta skítnum sjálfur.
Því miður þá það nú oft þannig. Þetta eitthvað frímúrarahús hérna? Já, hérna nú eitt frímúrarahúsið. Þið þekkið á þessu hérna líka, sjáðu. Hvar hef ég nú séð svona? Hérna súlurnar 2, sjáðu þið. Hérna góldúkurinn sem settur yfir lögregluna. Ennið á lögreglunni. Hvað verður þessi kallar að éta? Hvað með jafnréttisstefnuna? Það bara verið að sita einhver daginn út og daginn inn. Nema kannski hérna á Frelsi TV lagt í töluverða fórnir til þess að halda hlutleysi mínu. Það væri miklu auðveldara fyrir mig að vera með fullt af svona glingri, sjáðu. Miklu auðveldara fyrir mig. Auðveldara líf. Og hérna, já. Nú veit ég kannski af hverju skriðdrekarnir eru komin til Íslands. Sko, maður getur keypt svona allt frá hatti og í skó. Nice. Þetta nice. En talandi það, menn hafa nú verið að krítisera þegar maður er að vitna í 2000 ára gamla biblíu. Þetta nú bankastjóri, það ekki? Þetta nú bankastjóri. Ég var nú með samsæriskenningu núna. Eða sérst var með kenningu. Núna erum við búin að átta okkur á því að þeir eru þessi glæpasamtök eru löngu búin að finna aðferðir til þess að borga aldrei krónu í skatt. Og þeir hafa predikað að tvennt víst, það dauðinn og skattar. Þá eðlilega tek ég þetta bara á næsta level að þeir fiffa dauðan líka, áttu ykkur að því. David Bowie eitt skýrasta dæmið það. David Bowie feikaði dauða sinn og kom síðan fram á Sky News bara daginn eftir. Þeir elska að gera það. Þess vegna nauta að til dæmis. Veitu hvað frímúra hefur sitt frí að koma ykkur. Ef það norðurljósin líka, hvað í gangi? En talandi skattaskjól, allt upp á borðin, það engin leynd, allt upp á borðin. Já, nema hvað? Nema hvað ekki upp á borðin? Frímúrarar. Nei, ég veit ekkert þetta. Nei, þetta ekki leynifélag. Þetta ekki leynifélag, segja þeir. Halló? Stebbi? Allir frímúrarar undercover? Þetta ekki leynifélag? Það náttúrulega verið að tala fyrstu, hvað það hátt upp, 10 stigin eða? Hvað fer maður langt upp sem useful idiot? Hvað fer maður langt upp á því? Já, hérna eru súlurnar sem ég var að tala sjáðu. Það eru hérna líka, já. Þetta annað hús. Já, þetta útlöndu, ok. Allir bara frímúrarar. Það málið. Ekkert smá glingur, var þessi ekki ráður eitthvað manna? Hvað hann Jón eða eitthvað? Svo séu á morgun þá þessi mynd bara horfin, En málið það, þetta trúarhreyfing sem ættuð alla leið aftan úr frá Egyptalandi, held ég. Já, þú ert farin að hljóma eins og Sigmundur Davíð, Stebbi.
Frosti, eða hvað þetta er. Er Frosti kannski róbot? Ég ætla að fara að leita ykkur. Hvað var ég að tala um? Já, alveg rétt. Héraðsdómur Reykjavíkur. Það verður enginn dómari. Hvað er þetta? Baggaður? Hvað er það? Skilur ekki, Steffi. Hvað er baggaður? What is that? I don't know. Hey! Hvað er þetta hérna? Hello! Ding dong. Halló. Eitthvað í gangi hérna, sko. Þess að ég var að segja ykkur held ég í gær. Hvað, ég skilði þig ekki. Ertu með í lippanum, gamli? Hvað er það? Ég er bara svolítið þreyttur. Ég er búin að vera á næturvakt. En þetta hérna er bara leiksýning. Hérna eru þessi skipulögðu glæpasamtök sem að eru, býtum við, félagið sjálft er ekki leinafélag en félagsskráin er leyndó. Ég er aldrei með neitt í vörunni, ég er bara, eins og segi, ég er svolítið þreyttur. Það er nú bara að fyrirgefa með það. Ég er já, ég ætla nú ekki að fara út í það. En hvað meinarðu, Stebbi? Félagið sjálft er ekki leynifélag en félagsskráin er leyndó. Ertu með alla PR-gaurana með þér hana? Ég hef nú verið í PR-bransanum, ég þekki nokkra PR-gaura. Alltaf frímorreglan ekki að greiða mér eitthvað fyrir virkjunarhugmyndina sem ég kom með. Þeir stálu því náttúrulega alveg leið. Bansettir þjófanir, þetta eru þjófafélag, þetta eru glæpamenn. Þetta er. En já, þarna er komin kenning og no comment. Það var mikið no comment í kvöld, strákar. Hvað er það? Hvað er mikið no comment? Og barst þættinum skeyti. Hvernig var þetta óskalag? Hvernig var þetta óskalag sjúklinga? Já, þættinum hefur borist tilkynning. Ég er svo heppinn, ég með svo frábæra hlustendur og þeir eru að senda mér linka bara konstant allan tíma. Svo heyrið það plingar hjá með síminn þegar það er eiginlega að fá mér 2 útsendingatölur. Allt frosið aftur, býtum við. Hvað er það? Úpidúbidú. Allt frosnað. Heyrið þið ekkert í mér, kæru hlustendur? Halló? Heyrir enginn í mér? Býttu nú við. Hérna er ekki leynifélagið. Já. Ég átti ykkur á því, það eru truflanir á öllum stigum þessar útsendingar af augljósum ástæðum. Hvað er tékk, Sigurgeir? Er það, þið verið að segja, tékk getur verið já og nei, sko. Það er að vera skýrt, sko.
En já, tékk, já, það þýðir að hann heyrir. Þetta þá hjá þér, hinn kæri hlustandi. Það kemur alltaf truflun. Ég veit ekki hvort þeir séu með skjámyndir af því sem þeir eru sannlega líka með skjámyndir af því sem ég að gera, sko, þannig að þeir sjá hvað ég ætla að fara að opna næst. Þú horfir bara á recording þá. Þetta verður fjör. Hérna sem sagt frímúrarreglan á Íslandi. Já, FRMR, já. Lokafundur 20. apríl. Sankti Andersstúkan, Helgafell, vortónleikar frímúrarakórsins, bókasafn frímúrara í Ljósatröð, sænska frímúrarakerfið, uppruni, þróun og sérstæða, stjórnarstofa frímúrarareglunar á Íslandi. Já. Já, segi ég, þið heyrðu öll í mér nema þessi einstaki hlustandi. Hérna er heilmikil starfsemi. Hér er félag sem er ekki leyndó með leyndó félagaskrá. Og svo skal ég sýna ykkur hina mafíuna sem er á Íslandi. Það eru aðalega 2 mafíur og þetta er hin mafían, lífeyrissjóðapeningarnir. Þetta sem við kalla verkalýðsfélag. Og þetta sturlungastuð sem er í gangi núna á Austurvellinum og í hóruhúsunum þar í kring og upp á Arnarhól. Það er voðalega mikið erjur á milli, hvað var það? Hvað gerir ég hinlingin? Já, hann er hann, fyrir ekki, hann er hérna. Draga hann til hans. Sko, þetta er undir öldurnar sem er að takast á núna. Þessir 2 fótboltaklúbbar, þessi 2 glæpafélög. Þetta eru 2 mafíur, sko. Áttu ykkur á því. Þetta eru skipuleg glæpasamtök. Bæði 2. Og já, þannig er það. Og það sem að þið sjáið í fjölmiðlum eru átök á milli þessara götugengja. Þetta er orðið svolítið meira en götugengi, þetta er orðið svona skipuleg glæpasamtök. Og þessi íslensku skipulögðu glæpasamtök eru í samstarfi við erlenda auðhringi. Og þessir erlendu auðhringir eru algjörlega klikkaðir í hausnum, sko. Bara, það er bara, það fólk er svo sturlað að það étur börn í morgunmat, sko. Það er bara á þeim levelnum, sko. Það er bara snappar, sko. Og þið vitið að það er gríðarlega mikið af börnum sem að týnast í þessum flóttamannavesinni, sko. Og þetta lið er þetta lið er þetta er það sem ég hef alltaf verið að tala um. Ég hef svo sem ekki verið að negla þetta svona, skilur, á heimilisföng og kennitölur, sko. Reyndar hef ég náttúrulega talað um þetta áður, sko. Þið sjáuð að þið farið aftur í söguna, ég hef fjallað
Ég fjallaði ASI geðveikina eða vitleysuna og ég hef talað frímúrararegluna og Illuminati og það dæmi, sko. Og, já. Svo þriðja mafían. Þriðju skipulögðu glæpasamtökin. Og við eigum ekki gleyma þriðju mafíunni. Og það eru bændasamtökin. Ég fjalla minnst þau. Ég skal viðurkenna það. Ég skal bara alveg viðurkenna það. Ég veit ekki af hverju. Stebbi, heldurðu að sé að því ég sé framsóknarmaður eða? Það geti verið. Það geti alveg verið. Ég þarf sennilega að fjalla þetta. En hugsanlega hef ég fjallað minnst bændasamtökin af því að það manneskjulegasta mafían. Já, fyrirgefðu, svo ég gleymi náttúrulega einni Gleymi alveg heilli mafíu Það er þessi mafía. En þessi baseruð, þetta eiginlega ekki hægt að kalla þetta, þetta svona pizzastaðurinn, skilurðu, hjá hverfismafíunni. Og hér svona starfsemi, en þessu háskólanum stýrt úr þessum sölum hérna. Það eru bændabrellunar, Alþýðusambandið og frímúrararnir. Sko þessar tvær þessar tvær eru eiginlega Illuminati, sko. Þessi eru gömlu bóndadurgarnir okkar sem eru til endalausra vandræða, sko. Þeir vilja ekki fara í Evrópubandalagið, þeir vilja ekki sprauta pínulítil börn með bóluefnum og þeir vilja ekkert endilega vera í NATO og þeir bara vilja ekkert svoleiðis, sko. Og það er kannski þessna sem að ég hef farið mýkstum höndum þessa, en samt ekki. Ég hef sagt að þetta eru skipulag glæpasamtök líka. En þessar tvær eru bara í alveg svakalegum verkum, sko. Þið farið bara yfir blöðin á heimasíðunni þeirra, þeir eru með það eru bara gaurar sem að þekkir, bankastjórar og þú þarft ekki að elta ferlana þeirra til þess að sjá hvar það liggur eftir og sko drullu slóðin út allt þjóðfélag, sko. Að það náttúrulega þannig að og háskólinn eru uppeldisbúðir fyrir, reyndar fara börn elítunnar mjög létt í gegnum háskóla eða skóla. Og þið sjáið það líka, sko, ef þú þjónar vel í þessum reglum, það er alltaf þessar reglur eru þrepaskiptar, sko. Að ef þú ferð svona að sko ef þú ferð svona í gegnum sko hvernig þeir byggja þetta upp, sko, þá byrjarðu á einhverju fyrsta stigi, sko, þá ertu bara nytsamur fáviti, sko, sem bara tótt á þeim sprellan, sko. Og og svo tóttarðu upp þennan stiga eitthvað, sko, og þá
fara einhverjir að totta þig, það veist þú að gaman sko. Og þá ferðu að fara með eitthvað á tottóla, þá er ennþá meira gaman í tottinu sko. Og þið munið í hruninu, þá var verið að tala sko að meðan þeir voru að moka auðæfum landsmanna og tæma lífeyrissjóð og ríkissjóð og alla sjóði, þá var talað það að munið að stjórnin samþykkti að framkvæmdastjórinn fengu bara 2 milljarða í starfslokasamninga, það var einhver í stjórninni sem vildi fá stöðuna næst. Og þeir byggja alltaf þennan strúktúr allstaðar í kerfinu sko. Og svo eru svona hálfvitar eins og ég sem að vill ekki, ég vill ekki vera að totta trillan á einhverjum svona leiði sko. Þannig fólk verður bara úrkast og fær enga peninga og bankinn og héraðsdómurinn og þessar stofnanir þeirra elska bara að rústa lífum manna eins og mínu lífi. Og það var gert við mig á Íslandi, reynda byrjaði mín eigin fjölskylda að rústa mínu lífi og það var mjög ósmekklegt. Og síðan að því ég mjög kreatífur og ég var að byggja upp fyrirtæki sem gekk rosalega vel. Og það voru svona atburðir sem gerðist í þeim fyrirtækjarekstri sem ég skildi aldrei sko. Tollstjóri var að endalaust að gera einhverja áætlanir og senda á mig og svo kom bara einhverjir lögreglumenn og innsigluðu hjá mér allt og RÚV var með alls konar svona árásir og lyga, hann hvað heitir hann Logi Bergmann, já. Það var bara, vá, og bara eins og, já, bara lyga svo svona einelti eins og þeir stunda á RÚV, öll RÚV undir valdi, og alltaf erfitt að sjá hver akkurat kontrollerar hvað sko, en ég orðinn svolítið næmur á það. 365 alfarið og 365 og Útvarp Saga alfarið undir frímárareglunni. RÚV algjörlega undir ASÍ og Eyjan og Tíminn eða eitthvað svona lási í fjölmiðlar undir bændadurgunum sko. Þeir kunni ekkert á svona mídía, en það eru sko frímárareglan og ASÍ-görarnir, þeir senda öll börnin sín og ættingja í þjóðfélagsverkfræðihópa, frímárareglan sendir þá í Rand Corporation og svo er stundum nýtt rekrút eða finna gott efni í háskólasamfélaginu, þá hringir prófessor og segir, hérna einn alveg, hann passar vel í þetta, skilur. Og þá er þeim boðið eitthvað gull og græni skóga og fara í þjóðfélagsverkfræði, nám. Og svo koma þær allir tilbaka, alltaf álitsgjafar. Koma þær, já, ég álit að, eitthvað svona bara, og og svo þeir bara alltaf okkur fyllir í þessum sölum sínum sko. Og eru með fullt að drasli á tottóla og upp í endaþörmum út allan heim sko. Og ef að þeir sita allt í klessu eins og gerðist það var bara alveg, þeir gengur langt sko, þeir tæmdu bara alla sjóði og þeir eruðu pínur hræddir sko, hvað við gengum aðeins svo langt sko. Og þá var bara liðið bara dæmdir landráða menn reynda fyrir bara að hafa gert stafsetningavillir í fundabók, skilur. Það var einn dæmdur fyrir það. Það var einn fáviti frá þeim dæmdur fyrir landráð. Og hann þurfti að sitja í korter í skammakróknum á lögfræðistofunni sem var að vinna fyrir hann. Og hann var að vinna svo hjá. Og svo bara eftir korterið, það bara, já, hei, hvað vantar sendiherra in Amerika, sko. Já, hei, hvernig ég var að senda til Ameríku? Strákar,
hvernig var að senda til Ameríku? Eru þið með einhvern hugmynd hérna? Hei, hvað með gaurinn hérna landráðadútinn? Sendum hann. Já, hei, sendum hann, maður. Vanhæf ríkisstjórn, vanhæf ríkisstjórn, Sigmund burt. Munið hérna í gær, ég er að vinna leikinn, sko. Svo sita þær, gaurarnir sita þær í frímárreglunum og bara sáu þið mótmælin í dag, maður, þetta líður að segja, Sigmundur, að bara segja af sér, bara, hvað er best að senda á stjórnbi, setjum Sigmund í það, ríkisstjórn, við erum að vinna hérna, við erum að ná þessu lýðræði alveg á hreint, sko. Sko, þræla herrarnir eru alveg til í það að leyfa akurþrælunum að velja sér húsþræla. Skít sama það, bara, þeir eru svona bara, I don't give a shit, sko. Hérna. Ég heilaði fjörið, sko. Það var mér að kenna, sko, ég bara, wow, skilja. Ég skil ekki eftir þessir fávitar hafði bóðið mér bara bullokar henni að skoða, hvað er það? Hvað er það með það? Hvað er þið ekki fá mig í partí? Er það því að þið vitið að ég mun aldrei taka því? Hvað er það? Já, það er þessi Jesú-komplex að ég ber mikið fyrir fólki. Það er, þau verða að skamma ömmu mína fyrir það. Þið er ekkert að skamma mig fyrir það. Já, hljóðum komið aftur rúl. Ég er bara þakka fyrir komuna og það er allt komið fram sem ég get komið fram á einu komið. Og engarlega bara dreifið þessi vídeó sem víðast og munið að passa ykkur á reiðinni og býta ykkur ekki í rassin og það er gaman að vera til, lífið er yndislegt og góða nótt. Munið að styrkja mig á PayPal-in. Fórstu, aðeins að plugga það fyrir mig.